Ítalska hryðjuverkalögreglan lagði í gær hald á flugskeyt og fjölda annarra öflugra vopna í aðgerðum gegn hópum öfgamanna. Talið er að hópur sem var handtekinn í gær hafi tekið þátt í átökum í Úkraínu. 3 voru handteknir í aðgerðum lögreglunnar, 2 Ítalar og Svisslendingur og fundust vopnin við húsleit á nokkrum stöðum á Norður-Ítalíu. Þar fannst einnig mikið af nýnasísku áráðusefni og minjagripum tengdum Þriðja ríkinu. Einn hinna handteknu hefur starfað innan nýs afls, stjórnmálaflokks á Ítalíu, sem þekktur fyrir róttæka þjóðernisstefnu og andstöðu gegn samkynhneigðum og Evrópusambandinu. Lögregluaðgerðirnar voru hluti af rannsókn á hlut ítalskra öfgahópa í átökum í austurhluta Úkraínu, en aðskilnaðarsinnar njóta þar stuðnings Rússlands. Ekki er ljóst með hverju mennirnir börðust. Beh, chiaramente bisogna vedere chi c'è dietro di loro e questo è un campo di investigazione che per noi è ancora tutto aperto. Noi possiamo dire che oggi quello che siamo riusciti a ricreare è un tentativo di compravendita tra una persona che deteneva armi da guerra ed altre persone che sicuramente faranno i prestanomi per conto di altri. Flugskeyti sem fannst á rætur að rekja til katarska hersins en er framleitt í Frakklandi. Lögreglan segir flugskeytið í fullkomnu lagi og tilbúið til notkunar.